Já, verið þið velkomin orðið góðir hér í K.A. heimilið. Hér að fara að hefjast heldur betur mikilvægur leikur í Ólísdeild kvenna í handboltanum. K.A. Þór og IBVF landsbyggðarslagur af bestu gerð. Lið sem að hafa heldur betur átt í harðri rimmu að undanförnu. Liðinu mættust í undanúrslitum úrslitakeppninnar á síðustu leiktíð sem að K.A. Þór vann í ótrúlegum framlengdum 8 leik og svo á þessu tímabili sem nú er í gangi það var liðin skipst á að vinna. K.A. Þór vann snemma í haust hér í Kámilinu og IBVF hendi fyrir það á dögunum í Eyjum en nú er komið að þriðja leik liðana í deildinni og við skulum bara byrja að kíkja á lið IBVF. Já, hér sjáum við það. Markmenn hjá IBVF í dag eru þær Erla Rós Sigmarsdóttir og Marta Vársinsk-Kovaska. Útileikmenn er Ingibjörg Olsen, Lína Kardell, Harpa Vali Gilladóttir, Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir, Ólöf María Stefánsdóttir, Ananda Björk Valgeirsdóttir, Birna Berg Haraldsdóttir, Marja Jovanović, Elísa Elíasdóttir, Karolína Anza Olsova, Þóra Björg Stefánsdóttir, Bríet Ómarsdóttir, Sara Sif Jónsdóttir og Sunna Jónsdóttir og þjálfari IBVF er svo að sjálfsögðu Sigurður Nokkur Bragason. Virkilega skemmtilegt lið sem IBVF er með. Það var aðeins hikstað eftir frábæran kafla fyrr á þessu nýja ári en við vitum það að þetta byggir rosalega mikið í IBVF-liðinu. Þá skulum við kíkja á okkar lið í K.A. Þór. K.A. Þór eftir tapið í Eyjum á dögunum svara því með frábæri frammistöðu fyrst gegn Haukum og síðan gegn efsta liðinu Fram í Safamýrinni. En hérna sjáum við í markinu nr. 1 Matea Lónarts. Búin að vera virkilega flott, hún með 9,2 varinn skot meðal í leik og með 16 er svo Sunna Guðrún Pétursdóttir sem hefur líka stigið upp þegar hún hefur fengið tækifæri. Útileikmenn nr. 3 Aldís Ásta Heimisdóttir, nýkom með rúmlega 100 mörk í deildinni. Nr. 5 Anna Marí Jónsdóttir. Nr. 7 Katrín Viljársdóttir, frábært að Kata sé komin aftur af stað og átti mitt magnaða innkom í vörnina gegn Haukum á dögunum. Nr. 8 fyrirliðin Marta Hermannsdóttir, algjörlega mögnuð að sjálfsögðu. Kristín Aður Jóhannsdóttir mætt aftur eftir smá meiðsli. Nr. 13 Anna Þyrí Halldórsdóttir, ótrúlegur línumæður og mögnuð í bakgrunum. Nr. 17 Unnur Ómarsdóttir, Unnur líka komin yfir 100 mörkin í vetur. Nr. 18 svo Rakel Sara Elvarsdóttir, Rakel búin að vera algjörlega frábær, komið 126 mörk í vetur. Nr. 22 svo afmælisbarnið sjálft, Ásdís Guðmundsdóttir, skumum til hamingju með daginn. Nr. 25 svo töfra konan Rut Arnbjörg Jónsdóttir. Nr. 27 Hildur Lilja Jónsdóttir, Hildur búin að vera að fá stærra og stærra hlutverk í vetur. Og nr. 34 svo Agnes Vala Tryggvadóttir. Og að lokum nr. 37 Arna Valgerður Ellingsdóttir. Engin Hulda Bryndís í dag en Arna er mætt á skýrsluna og verður gaman að sjá hvað hún taki þátt í leiknum í dag. En þjálfari er svo að sjálfsögðu Andri Snær Stefánsson. Dómarar í dag er Árni Snær Magnússon og Þorvar Bjarni Harðarsson. Sigurður Hjörtur Þorstarsson er svo eftirlits maður. Sjálfur heiti ég Ágúst Stefánsson og við mun lýsa þessu fyrir ykkur. En þetta er bara að fara af stað, það eru gestirnir sem byrja. Og já, þetta er farið af stað. Sjáum hvað Eyjakonur gera í þessari fyrstu sókn sinni. Það kemur Karolína með miðjuna, Sunna skiptunni,
Fín hreyfanleiki á vörninni hjá okkur. Kemur höndin upp. Hver tekur á skarið. Boltinn á línuna og þetta er aukakast, já. Það er ekki alveg að koma sér í færi þarna. Aukast í því niðurstaðan. Höndin áfram uppi. Kemur þetta skot fyrir utan og að beint á Mattheu Lónats. Já. María með þetta skot og Matthea tekur fyrsta skotið. Kemur Aldís Ásta á Mörtu en finnum ekki hornafæri þetta fyrir Unni og Unnur klók að róa þetta bara. Þá fáum við Ásdísi Guðmundsdóttur inn á línuna. Já. Hefðbundin úrslitin hjá okkur. Kemur Aldís, keyrir á drótt á hornið fyrir Rakel og Rakel setur hennar fjastöngin og skorar. Já. Vel klára hjá Rakel. Söru kemur með fyrsta markið 1-0 fyrir K.A. Þór. Og þetta vinna er frábærlega við bolta á galopna línuna og Elísa skora fyrsta mark gestanna. Já, náðu að halda boltanum gangandi og voru heldur betur búin að vinna aukamannin hérna. Vel gert hjá IBV. Og þetta fer vel á stað. Þessi leikir þess að liða hafa verið gríðarlega spennandi undanfarin ár. Og ég er ekki með neinu öðru hér í dag en að þetta verði jafnt og spennandi. Aldís, losar hann aðeins og seint þarna. Góð vörn hjá Sunnu. Sunna Jónsdóttir til að algjör jaxl. Það verið í fremstu röð svo lengi. Hérna opnuðu fyrir Unni Ómarsdóttur en vel varið hjá henni Mörtu í markinu. Býður bara við stöngina. Færið ekkert rosalega opið. Þannig að Unnur ætlaði að lauma honum hérna annars stöngina. Marta beið bara og var þetta vel. Kemur innlýsingin frá Hörpu úr horninu. Og skotur utan beint aftur á Mattheu. Matthea byrja þetta vel, komið 2 varðabolta. Rut í setjumvíkjunni, keyrir bara á vörnina og setur á næstöngina. Frábælega gert hjá Rut Jónsdóttur. Já. Sá þarna hæði bökkuðu frá henni og alltaf býti sendingunni. Þá fer hún bara sjálf að sjálfsögðu. Rut hefur líka verið að sína það meira og meira í síðustu leikjum að hún getur líka alveg tekið þetta á skarið sjálf með að sjá markaskorurina. Yfirleitt verið dugleg í því að mata félaga sína en verið að skora mikið að undanförnu. Algjörlega magnaður handboltamaður og hér er Aldís Ásta með góða blokk. IBV heldur svo sig í boltanum. Karolína inn á línuna og laus bolti. Rakel er alveg frammi, boltin er beint á hann og hún klárar þetta. Já. Afhverja stökku upp, við klárar þetta strax. Og Rakel Sara skorar fyrsta hraðleiksmark leiksins. Komið með 2 mörk hérna á staðan 3-1 fyrir K.A. Þór. Ég hélt að boltin frá Mattheu væri á langur en Rakel er svo snögg að boltin fór beint á hana. Og þetta byrja vel, vörnin að standa vel hér hjá okkur og talandi að standa vörnina vel. Anna fyrir mögnuð í blakkarinn hérna. Það er að stoppa hana Maríu hérna. Sunna komin inn á miðuna. Aldís mætir henni ansi framalega, kemur Sunna, losar boltann og það er 8 hornið, þetta er vel spilað og frábær varsla hjá Mattheu Lónats. En mér sýnist þá alltaf ekki verið Unnur sem að flæktist aðeins í henni línu þannig og því víta kast niðurstaðan. Og á punktinn fer Marja Jovanović. Og hún skorar. Já. Skorar hérna annað mark gestanna. Tók sér nú alveg dágóðan tíma á punktinu en það er bara verið vikina, ég er ekki alveg viss hvað þú hefur mikið tíma á punktinum áður en að vítakastið er dæmt að þér.
en markið að sjálfsögðu stendur 3-2, 5:40 á klukkunni. Aldís Ásta opnar hornið fyrir Unni en Unnur fer ekki, heldur bara boltanum gangandi og inn á Ásdísi línuna. Þetta var náttúrulega, nei, þetta er ekki víti. Það fannst mér að vera innan teiks þarna en guldspjald hér á loft og Marija Jovanović fær það. Marta á miðjunni en ábyggilega þurfa að spila þó nokkuð sókn. Skotið frá Aldísi varið frákastið hjá gestunum. Lína bruna fram og Marta brotlið þarna, getur við lítið sagt við þessu. Sjálfsögkastið. Það sem ég ætlaði að segja er að Hulda Bryndís er ekki með í dag og því mun örugglega reyna meira á Mörtu Hermannsdóttur sóknarlega í dag. Slakur bolti hérna frá Karolínu. Það þurfa að hefja stimpluna aftur. Lína keyrir á þetta. Færðarkastið að sjálfsögðu. Fín vörn hjá Unni þarna. Það var annað þeirri farin út í Maríu. Og Unni þurfti bara að klára dagsverki sjálf þarna. En höndin komin upp. Karolína á Sunnu. Sunna keyrir á þetta. Þetta er op og hvað víti. Rakel aðeins og seina kom í hjálparvitina þarna. Allt í einu galopnaðist allt fyrir Sunnu og Sunna keyrir á þetta og sækir víti. Víti nr. 2 hjá IBVF. Marja aftur á punktinn og hún klárar þetta strax. Skorar öryggi, setjum Matteu í rangt horn og jafnar í 3-3. 2 mörk í röð hjá gestunum og komin upp markaþurrð hjá KA Þór. Kemur Aldís Ásta núna og keyrir á milli 1-2 hægra megin að segja víti. Já. Þetta er bara línan sem er í dag hjá þeim Árna og Þorvari. Og vel gert hjá Aldísi. Marta á punktinu og skora fram hjá nöfnu sinni. Já. Marta Hermannsdóttir. Það eru ekki margir leikmenn í boltanum í dag sem eru öruggari heldur en Marta Hermannsdóttir á punktinum. Hún skorar úr fyrsta víti KA Þórs í dag. Hvort hún hafi skorað 8 víti og 8 gegn Fram á dögunum sem að hjálpaði KA Þór að sækja 30-27 sigur í samherjuna. Og kemur Rut hérna á blindu hliðina, frábær vörn. Sunna losa boltan, þetta er vel spilað með 8 línuna og þetta endar í nettinu. Elísa Elíasdóttir með gott mark á línunni og hennar annað mark í leiknum. Það er að gera mjög vel að halda boltanum gangandi. Brotið hérna Mörtu. En ég áður að segja að IBVF þær eru rosalega klókar hérna á að halda boltanum á floti og fyrir vikið þá hafa þær að fengið núna 2 sem dauða færi á línunni fyrir hana Elísu. Við þurfum að ná að klára brotin. Það er Marta Unni og Rut reynir að finna línuna, gengur ekki, engin fótur, bara áfram með smjörið. Og gestir koma hérna. Sunna með mikið blás, lendir á Aldísi, frábær vastæði á Matteu Lónats. Kemur Ásdís, losar hann á Rakel í gegn, varið frá henni og frákasti er hjá Elísu og þá róa gestirnir leikinn. Já. Þrátt fyrir ágæða sénsa hérna þá náðu hvorugt liðið að skora þessum seinni bylgjum eða hraðalöpum. Og hérna stelur Unnur ómastöðu boltanum, lest það frábærlega, hérna alein, fer upp og skorar. Já. Unnur Ómarsdóttir komin á blað. Gerði þetta algjörlega sjálf. Og kemur KA Þór í 5-4.
Karolína inn að miðjunni og María tilbaka. Já, fín fasta hérna og þá leysir Lína aftur út í hornið. Og fær svo boltan í kjölfarið en fer ekki inn hérna og hérna Anna Þyrí mætt vel í Maríu. Já, nú ná að stoppa þær. Halda því áfram, höndin uppi. María á Sunna keyrir á þetta, varsla hjá Matteu Lónats en frákastið hjá gestunum og fá þá nýja sókn. Brotis á Sunnu og guldspjald hér. Þessi ekki á Önnu Þyrí á sínsta. Já, svekkjandi þarna. Ég har góða vörslu og náðu ekki boltanum. Hann kemur þess að boltin á línuna en Elísa var ekki alveg klári að fá boltan hérna. Rud keyrir hann á miðjuna, losar hann á Önnu Þyrí og Anna Þyrí var frá henni og frákast hjá Línu. Markverðinir báðir eiga fínan byrjun hérna. Mattea kom með 4 bolta, Marta 3 hjá IBVF. Það ekki amaleg prósenta hér í upphafi leiks. Markafjörð kominn hjá gestunum. Sunna kominn núna í vinstriskiptuna, keyrir á þetta og skorar. Það var örugglega með vítið þarna en skorar bara sjálf. Jafnar í 5-5. Aldís tilbaka á Martu. Marta heppir að fá ekki þessi running. Unnur. Næja, það fór farið. Já. Það keyrði þarna vörnina aðeins og seinna losa boltan og já, og sé að sjálfsögðu á bandi í K.A. Þórs, þá varum við vikinn að þarna vorum við heppir að fá ekki á okkur running en áfram með smjörið. Marta inn á Rud baka og boltinn á línuna en þetta laus boltinn, ekki valda á þessu bolta og vel bakka hjá Rud, nær að loka þarna á Hörpu sem var komin í. Búin að stela metrum og IBVF getur náð fórustunni hér 5-5 aðeins hægst á markaskorunni. Þetta eru einmitt 2 lið sem eru þekkt fyrir frábæran varnarleik og við erum farin að sjá það meira og meira núna. Sunna í gegn og setur hann snirtilega í stönginu inn. Kemur IBVF yfir. Og Rud sáu þessa vörslu á Mörtu, sú var mætt niður í hornið og Harpa keyrir á þetta, losar hann hér og Elísa hefði kannski verið sniðið hjá Aldís að reyna bara blokka hana þarna, þannig var Elísa alltaf á leiðinni frá markinu en hún brýtur á henni, hún Aldís og það fær því möguleikann á hana að tveggja marka fórystu. Lína á Karolínu og Karolína upp með skotið, það beint á Matteu. Mattea byrja áfram mjög vel, boltinn enda fram á Unni, Unnur alein og skorar, já. Flottur boltinn frá Aldísi á Unni og Unnur klárar þetta sjálfsögðu. Og með 2 mörk bæði úr hraðhlaupum. Þriðja hraðhlaupsmark K.A. Þórs af 6. Það þokkalegt. IBVF ekki enn komið með hraðhlaupsmark. Fyrir Sunna. Hún komin hægra megin. Lína á miðjunni. Keyrir Lína á þetta og lendir hérna bæði í Aldísi og Mörtu og það þýðir einfallega 1, þá er hún stöðvuð. Fyrir hálfleikur hálfnaður, höndin uppi. Sunna með skotið að gólfinu og Mattea nær að verja þetta. Aldís kemur hérna, setur hann að Mörtu, Marta tilbaka á Aldísi. Og þá galopnast allt fyrir Aldísi Ástu sem að skorar, kemur K.A. Þór aftur yfir. Það halda áfram að vera sveiflur í þessu og þá tekur Sigurður Bragason, þjálfari
Gestana leikhlé. Skildi svo sem vel að engan undra. Þetta er búið að vera sveiflukennt og svona já, það eru alveg bæði lið sem hefðu getið verið búin að taka leikhlé. En sjáum hvað Siggi setur upp í kjölfarið. 2 marka kafli hjá K.A. Þór sem breytir þessu í 7-6. K.A. Þór í vil þegar fyrirleikur er akkurat hálfnaður. Sjáum þetta markaðarstöðu leikmenn. Unnur og Rakel Hottamenni báðar komið með 2 mörk. Þar af 2 úr hraðleikum hjá Unni, 1 hjá Rakel. Svo Aldís Ásta, Marta og Rut alla með 1. Hjá gestunum þar eru Marja Jovanovic, Elísa Elíasdóttir og Sunna Jónsdóttir alla með 2 mörk. Og í markinu þar er Mattea Lónas komið með 6 varin skot og Marta í marki í BF með 6. En já, leikliði lokið og sjáum hvað gerist hér í kjölfarið. Þessi þjálfarar beggja liða virkilega skemmtilegi karakterar þeir Andri og Siggi Braga. Og það er miklu félagar utanvallar. Þannig að það verður svona áhugavert að sjá hvor hefur betur hér í dag. Áður líka óhræddir við að breyta og koma með svona skemmtilega taktíkbreytingar. Sunna innan miðju á Karolín. Karolín að reyna að finna línuna, lausbolti, ekkert að þessu. Jú! Þarna héldi nú að það er ekki dæmt á þetta en á hendanum þá flautar annar þeirra. Íbja sleppur með skrekkin en jæja, þurfum við bara að standa vörðin áfram. Kemur Sunna tilbaka hérna, Hrafnhildur með skoti, varið hjá Mattheu, Unnur, alinn í hraðlaupinu og skorar snyrtilega, klára hérna upp í skeytin. Þarna vantar kannski smá hugsun hjá gestunum að hvenær á að skipta, hvenær ekki. Og það tekur ekki varnarskiptinguna nema einmitt þessi staða sé ekki uppi. Unnur alein og ég skil að Marta í marki gestana er ekki sátt. Og hérna ver Mattea Lónas en fá boltan beint í hausinn. Liggur eftir. Og Mattea hefur nú fengið ófá skotin í höfuðið því miður. Þannig að hún hefur nú verið frá einmitt vegna þess að henni hefur liðið illa þó nokkuð eftir höggin. Þannig að mér líst ekkert á þetta. Algjört óhapp en þetta er náttúrulega svo ömurlegur hluti af handboltanum þegar að markmenn fá boltan í hausinn. Þetta er náttúrulega ekkert grín. Og Mattea sýnir sem ætla að halda áfram. Jæja, eins og ég segja, hún hefur fengið þá nokkur höggin, þannig að ef hún er ákveður að hún vilji spila áfram og fær náttúrulega þumalinn frá Iðunni Elfu sjúkraþjálfara, þá er maður töluvert rólegri. En áfram heldur sótt IBV. Hrafnhildur inn að miðjunni, setur hann að Karolínu, frábær vörn hjá Rut. Hún voru að leika sér svolítið aðeins að koma hann að blindu hliðina á miðjuna. Höndin uppi. Og Hrafnhildur á Sunnu, Sunna með pláss. Og þetta gerir hún frábærlega, mögnuð skytta. Og gerir hér 7. markið, hennar 3. mark og Aldís við það sleppi gegn hver önnur en Sunna Jónsdóttir henni mættir á stöðvana. Og eins markmunur hér þegar 12 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Kemur Rut inn
Já, allan tíman brot, bæði brotið á Rut og Ásdísi. Og Sunna langt út á móti Mörtu. Aldís inn á línuna, finnur þar Ásdís og Ásdís skorar. Já. Þær eru alveg magnaðar saman, þær Aldís og Ásdís. Það spilaði upp alla yngreflokkana saman. Það er þokkaleg reynsla hjá Aldísi að mata Ásdísi. Og þetta skot frá Sunnu. Varið og slakur bolti frá Aldísi. Í staðinn fær Sunna dauðafæri. Þetta voru langt fyrir aftan. Og nýtir sér það, kemur með 8. markið. Þetta var klaufalegt að missa boltan þarna. Og Sunna kom með 4 mörk af þessum 8 mörkum gestanna. Vísa alveg úr 7 skotum. En það þarf að halda áfram að skjóta markið. Og hérna er brotið á Aldísi. Sýnist Aldís hafa eitthvað mistið í sig þarna. En Aldís grjóthörð, hún heldur áfram að sjálfsögðu. Aldís klippir með Rutna komið vinstra megin en þetta skoti í slána og yfir. Settir vikjan hjá Eyja stúlkum. Sunna með fína hreyfingu og fær vítakast. Já. Það fannst mér nú Aldís vera fyrir framann allan tíman. En vítakast niðurstaðan. Og þá er Sunna Guðrún Pétursdóttir mætt í ramman. Nær hún að kroppi hennar bolta. Nei, frábærlega klárað hjá henni Maríu Jovanović. Og jafnar hér metin í 9-9. Komin 3 mörk hjá Maríu, öll af vítapunktinum. Sjáu hvað þetta er snirtilega klára hjá Rut. Bíður og sér hérna smá pláss á næstönginu við mjöðmennina hjá Mörtu. Og hér tapaði boltanum. Áfram sveiflur í þessu. Þetta eru svona 2 mörk sem að skiptast á að lenda sig ykkur megin. Aldís inn að miðju, fær hérna boltan og hvað við setjum upp núna. Aldís með fína hreyfingu, fær fríkastið á fín vörn hjá henni Elísu. Nær að loka á hann á 11. stundu og vera ekki inn í teig. Rut losa boltan á Aldísi, Aldísi er í horn á Unni með mikið pláss og þá er ekki að sögum að spyrja. Setur hann úti stöngina fjær, kemur þessi 11-9. Já, þetta var virkilega vel gert að stelpunum, boltinn gekk vel. Þetta er Unnum hann mannin og Unnur með risa pláss í horninu og landsliðskonan að sjálfsögðu kláraði þetta vel. Sunna inn á línuna en hún nær ekki valda boltan á María, boltinn fram á Rakel en allt og langur og koma þér í yfirtölu og opna hornið og þetta er vel klárað. Hún Harpa stekkur langt út í teginn og laumar hann svo á næstöngina. Já, þarna vorum við tækið að fara á ná 3 marka forystu en þurfum að vanda þessar sendingar. Þetta er rosalega dýrt. Í staðan við séum 3 mörkum yfir þá er íbúið að búa lagati aftur inn í 1 mark.
Aldís á Rut, Rut niður í horni, nú fær Rakel Sara sénsinn og kloppar Mörtu. Já. Rakel með sitt 3. mark og hornamennur okkar báðir sjóðandi heitir Unnur með 4, Rakel 3. Kemur Sunna, losar Karolínu og Hrafnhildur. Brotið á henni, fín vörn hjá Önnu Þyrí. Já, ég held að Anna Þyrí sé alltaf að berjast í leikmenn sem eru hærri en hún í loftinu, en það eru voðalega fáar sem eiga séns í styrkin sem býr í þessum líkama sem Anna Þyrí er með. En þetta er gott skot og Sunna heldur áfram að raða inn mörkum hennar 5. mark. Það skýta sem þarf að mæta og þá tekur Andri Snær leikhlé fyrir K.A. Þór. Klukkan eitthvað villast á okkur, við lögum það. En já, þetta er svona búið að vera ágætis jafnvægi í þessu núna. En mér finnst að vanta svona herslumuninn á við náum að loka almennilega á sóknarleik IBVF. Við náum að loka betur á hana Sunnu Jónsdóttur. Þá við séum í ansi góðum málum. Sunna kom með 5 mörk, María 3 öllur vítum, Elísa 2 og Harpa Valli 1. Hjá okkur er Unnur Ómarsdóttir með 4, Rakel Sara 3, Rut 2, Aldís og Marta báðar með 1. Svo sjáum hérna markvörsluna, 8 varðir boltar hjá K.A. Þór, 4 IBVF. En enga síður aðeins 1 mark sem skilur liðin að. Sex mínútur eftir af fyrrhálfleik kemur leysingi frá Unni. Kemur Rut keyrir á þetta og skorar af harðfylgi og 2 mínúta brottvísun. 2 mínúta brottvísun hérna á Mariu Jovanovic. Ítti þarna eftir Rut, en sjáu þið kraftin í henni. Litlu jafnvægi, skorar engu að síður og þá er skipting í markinu hjá gestunum. Já, þarna var klálega Erla Rós labbaði inn á völlinn, en það ætlaði að spila með aukamenn sóknin. Þetta er klálega að taka með brottvísun. Það voru of margar inn á vellinum, það er ekki nokkuð spurning, 2 brottvísun. Þetta sá Sigurður Hjörtur, eftirlitsdómari. Já, jú, það er 2 mínútur, þeir eru voðalega lengi að bregðast við hérna. Þetta var rosalega klaufalegt. Þetta var það voru vísið og það missa alltaf boltan. Þetta voru það 2 mínútur á Erlu, en það skiptir ekki öllu máli. Já, klukkan fór aðeins langt á undan okkur, en við bíðum bara eftir að hún nær tímanum í salnum. Opnum verið Rakel, frábælega klárað hjá henni og setur henni upp í hornið fjær. Og IBVF kemur í sóknina 2 mönnum færri, en er alltaf með aukamönnum sókninni, þannig að það eru 5, markið aukt. Sunna keyrir inn á þetta
Runnu 8 mann, fyrir auka mann, en brot. Það hefði þessi Hrafnir átt að vera að sækja aukastið. Boltinn dæmdur að þeim hérna. Aldís ást að keyra á þetta. Unnur tilbaka á Aldísi, Aldís niður á Rakel og Rakel, frábærlega klárað. Þarna vorum við bæði tveimur fleiri og Sunna var lengi tilbaka. Og skyndilega orðin 4 marka munur. Rakel Sara með 5 mörk, 3 mörk eru að KA Þór. Og erfiðu kafli og íbygða, þetta var rosalega klaufarlegt hjá henni Örlu. Áttaði sig ekki á því að það voru manni færri. Það var þetta markmannskipting. Og þetta er frábærlega gert hjá Hrafnhildi. Já, Hrafnhildur Hanna keyrði bara á þetta og komst ekki geta að skoraði. Þetta er mikilvægt að ná í marki í svona undirtölu. Og er Anna Marí mætt í leik KA Þórs. Anna Marí á milli 1 og 2 og skorar. Já, ekki lengi að koma sér á blað. Anna Marí Jónsdóttir í þann mund sem brottvísunin klárast hjá gestunum. Þetta var virkilega vel gert hjá stelpunum. Aftur 4 marka munur. Karolína inn á miðju. Sunna á Karolínu. Þarna var Hrafnhildur með sénsinn á að setja boltann í hornið á línu, en aðeins verið á sein að átta sig á því og var stöðuð á endanum. Og hvað nú? Það er gult spjald á Sigurð Bragason og hans fólk á bekk IBF og þá missaði boltan. Þetta er rosalega dýrt og Siggi er ekki sáttur. Á hér í orðaskakki við nafna sinn Sigurður Hjört eftirlitsdómara og Sigurður Bragason er alls ekki sáttur. Það fyrir eitthvað mikið að milli þeirra nafna hana. Og það er alveg spurning hvort að Sigurður Bragason er ekki að vinna sér inn brottvísun fyrir þetta. Einhvern tímann þarf hann að stoppa. En þetta er dýrt. Aftur missar IBF boltan út af klúðri kringum bekkinn. Áðan vegna skiptingar og núna vegna töðs í Sigurði Bragasyni. Og nótna hotni hérna, það er fyrir línuna fyrir yfirgefi, brotti á Ásdísi, fín vörn. En skyndilega getur KA Þór náð 5 marka forystu. Refsa vel hérna. Aldís inn á miðju, Anna Marí tilbaka á Aldísi, Aldís á Rut, leikstjórinn að lausum hala en eins og boltan ganga. Og fín varnarleikur hérna hjá henni Elísu. Það er að stoppa Unnu Marí. 2 mínútur rétt rúmar eftir að fyrri hálfleik. Og höndin komin upp. Rut með geggjað skot á gólfinu. Þá verður einfaldlega að mæta Rut. Hún er svo fljóta refsar ef þú bakkar undan henni. Og staðan orðið 17-12. Hrafnhildur á Sunna. Á Hrafnhildur, frábærlega gert hjá henni og tveggjarnir brotti svona Mörtu Hermannsdóttur sem getur nákvæmlega ekkert satt við þessu enda segir hún ekki neitt. Hún fyrir bara beint út af velli. Tveggjarnir brottisun og þetta er fyrsta brottisuninn á KA Þór í dag. Vítakast sem að Marja Jovanović tekur, búin að vera örugg til þessa og breytir því ekkert. Skorar hér sitt 4. mark úr víti. Lagastöðun í 17-13, 1,5 eftir af þessum fyrri hálfleik. Og KA Þór manni færri og þá mætar ansi uttalega á Rut. Rut var hérna að vera með í stempluninni en hún Harpa er hins vegi ansi uttalega á henni. Hér kemur Rut,
Svo er hann á Unnur tilbaka á rauðsvinnum og komið vinstra megin. Það var nættir í ógnun í þessu. Aldís með mikið plásanda til vinstri og opnaði bara fyrir Rakel hægra megin að varði frá henni og frákast ekki á Hörpu. Vel varið. Og fyrsti boltinn sem að hún Erla tekur. Já. IBVF í séns á að laga stöðuna við 3 mörk fyrir hlé, hálfmynda til hálfleiks. Sunna á Hrafnhildur missir boltan og nú höfum við 20 sekúndur manni færri að ná inn einu marki hér. Við erum með líkamann í sókninni. Anna-Marí á Rakel með innleysinguna, þetta gerði hann mjög vel. Rakel með innleysinga á móti bolta, þetta var frábært og staðan því 18-13 í hálfleiknum. K.A. Þór í vil, Rakel Sara með 1/3 mörkum okkar liði 6 stykki og þessi endakafli í fyrri hálfleik frábær hjá stelpunum eftir að það hafi verið jafnt á flestum tölum. Þá er K.A. Þór komið 5 mörkum yfir og já, komnar í ansi fína stöðu fyrir seinni hálfleikinn en við þurfum allavega samt að halda áfram. Við vitum það í liði IBVF gefst aldrei upp. Kíkjum á markaskorarana. Hjá K.A. Þór er Rakel Sara Elvarsdóttir markaðist með 6 mörk. Þar af 1 úr hraðhlaupum. Unnur Ómarsdóttir er 4, þar af 2 úr hraðhlaupum. Röð með 4. Aldís Ásta 1 ásamt Önnu-Marí og Ásdísi og Mörtu. Marta með 1 mark úr víti. Svo í markinu þar er Matthea Lónans búið að verja 8 skot, 40% varsla hjá henni og Sunna Guðrún Pétursdóttir reyndi við 1 víti, tókst hins vegar ekki að verja. Sjáum markaskorarana hjá gestunum. Þar er Sunna Jónsdóttir búin að vera að fara fyrir liði gestana. Aðeins svona sé minna hann núna síra hluta fyrirháleiksins, enda með 5 mörk í hálfleiknum. Marja Jónavits með 4 mörk öllum vítum. Elísdóttir 2 á línunni. Harpa Vali og Hrafnhildur Hanna báðu með 1 mark. Í markinu þar byrjaði Marta með 4 varin skot, 21% varsla og í kjölfarið kom svo Erla Rós Sigmarsdóttir og hún er komið með 1 varin bolta. Sjáum svo tölfræði liða, 18-13 hálfleikstölur. Skotningi K.A. Þórs gjörsamlega frábær, 72% gegn 59% hjá IBVF. K.A. Þór með 1 víti, það skoraði Marta Hermannsdóttir úr. Gestunum þar er 4 af 4 þessum Marja búin að vera ansi örugg. K.A. Þór með skora 3 mörk í röð, þar er breytt stöðunni úr 12-11 í 15-11 og einmitt leitt mest með 5 mörkum í stöðunni 18-13 sem er einmitt til staðan núna. K.A. Þór verið með frumkvæðið, leitt í 21 mínútur 25 sekúndur. IBVF aðeins leitt í réttum mínútu. Ekki nóg með að K.A. Þór sem er miklu betri markvörslu, 8-5. Það voru einmitt líka færri tapaði boltar sem kannski útskýrir það af hverju við erum að leiða með þessum 5 mörkum. 1 brotthúsinn á K.A. Þór og 2 hjá IBVF. Já, sjáum svo hér, 4 mörk á K.A. Þór úr hraðhlaupum, 1 hjá IBVF. 3 mörk, 2 fleiri mann á kafla og nýtti það vel. IBVF 1 markmanni fleiri, bæði lið með 1 markmanni færri. Og já, bæði lið með 1 mark eftir að höndin var komin upp. Þá skulum við fara að lifa tímalínunni að lifa. Við tökum smá hlé og komum svo fersk inn í seinni hálfleikinn. Sjáumst á, bless!
Já, þá erum við að vera klári í síðari hálfleikinn. Uh, 18-13 K.A. Þór í vil og stelpurnar að byrja með boltan hér. Þessu heyrist ekki í útlendingunni rétt áður en seinni byrjaði þá söng trommusveitina til hamingju með afmælið fyrir Hafdísi Guðmundsdóttur. Boltinn þetta í hornið á Rakel sér og hún heldur að hann skora. Frábær sending frá Önnu Marí og Rakel Sara kom með 7 mörk. Frábærlega gert hjá Önnu Marí að sjá Rakel hérna galopna og hvergi bankinn þó við varum með aukamann í sókninni og markið því aukt en brottvísunin liði núna og K.A. með fullskipalið 6 mörkum yfir. Frábær leikur hér hjá stelpunum og kemur Sunna Jónsdóttir af harðfylgi, sækir þetta vítakast. Eins og ég segi með Sunna bera full mikla ábyrgð hérna í sóknarleik IBVF. Það mæðir rosalega mikið á henni en hún er alltaf frábær leikmaður og stendur bara undir því. Og þá hendar þessi bolti einhvern veginn í netinu. María sleppur þarna með skrekkin, boltinn í stöngina í bakið á Mateu Lónats og í netið. Og María Jovanovic heldur því áfram að vera með 100% nýtingu á vítamóndunum. 5 mörk úr 5 vítum í henni. En þetta stóð ansi tæft hjá henni, minkað þarna í 19-14. Aldís með pláss, fer sjálf í gegn og skorar. Það var engi sem næra klukkana og fór það langa leið. Aldís Ásta kom með sitt annað mark. Sunna keyrir á þetta og stöðuð þarna frábær vörn hjá Aldísi og Anna Þyrí mætti í hjálpavörnina. Og það er líka gaman að sjá Katrínu Vilhjálmsdóttur mætta í bakkarann hérna hægra megin. Hún á að sjá að stoppa Sunnu og lúmskot hérna á Hrafnhildi Hönnu. Mattea sér þetta ansi seint og þetta kannski ekki fasta skot sem að Hrafnhildur hefur tekið á sínu ferli. En vel gert var þetta og boltinn endar í netinu. Minkar þetta aftur í 5 mörk. En eins og gestirnir þurfa á því að halda. Hrafnhildur og fleiri stíu upp. Það eru farnar að mæta Rut ansi framalega. Aldís lendir ekki Sunnu, Sunna með hörku vörn stoppar Aldísi. Rut hérna. Já, hún hættir henni ansi framalega. Hún harpa boltinn á línuna og Anna Þyrí, já, hún næra laumunum yfir hana Erlu í markinu. Anna Þyrí með sitt fyrsta mark í leiknum. Laglega spilað og aftur 6 markamunur. Og svona mín tilfinning er eiginlega svo að K.A. Þór sé vera líklega til þess að bæta við heldur en IBVF að laga stöðuna en sjáum svo hvað setur. Hrafnhildur innan miðjuna, setur hann á Sunnu. Sunna keyrir á þetta, vinna manninn og það er opna hornið, lína í gegn og klárar þetta frábærlega. Já. Þetta gerur það vel. Opnuði hornina fyrir línu sem að skoraði og kemur frábær stefnubreiting hjá Rut Jónsdóttur. Fær boltan hérna á hárréttum tíma, allt galopið og hún fer í gegn og skorar sitt 5. mark. Já, þetta var virkilega vel gert hjá stelpunum. Og aftur 6 marka munur. Kemur Hrafnhildur inn á miðjuna. Og enn er það Sunna sem er að reyna að vinna mannin, fær hérna fríkastið. Þá var Hrafnhildur mættir aftar hann að fá klippinguna en Sunna ákvað að fara sjálf. Kemur Hrafnhildur á Sunnu, enn er það Sunna sem er að hefja stimplunina og brotið hérna á Elísu á línunni. Já,
Enduð er að 3 að stoppa hana, náðu endanum löglegri stöðun. Höndin uppi. Kemur leysingi frá Hörpu, Sunna fellur hérna við, boltinn dæmdur af henni og missir svona eitthvað að snúi sig. Hún er allavega lengi á lappir og þá erum við í yfirtölu. Aldís á Mörtu, Martarin í horn, Unnur í gegn og sjá þessa vörslu, frábær vörsla hjá Erlu. Unnur með mikið pláss þarna en Erla nær að sjá við henni. Og Sunna komin af velli hér. Það er ekki góða fréttir fyrir gestina. Mér svo sem sýnist það ekki hafa verið svakar alveg til þessi bara að það hefur bara verið vont og reikna fastlega með að Sunna komið aftur inn á. Hún ætla fyrir ekki svona úr skónum og þetta er gott skot frá Hrafnhildi. Og hérna missum við boltan, þetta er klaufalegt. Og annað fyrir mig hörkuvörn hérna. Og já, það leið ekki langur tími, Sunna komin aftur inn. Já. 5 marka munur og það fær Hrafnhildur Hanna aðeins að pústa. Sunna niður í horni, þetta er vel spilað og vel klárað. Já, hún Harpa Valey með sitt annað mark, 100% nýting hjá henni. Og þá hún eitthvað verið að huga betur að Sunnu, hún greinilega finnur eitthvað fyrir öklanum. En við þurfum að halda áfram að spila okkar leik. Kemur Rut, klippir hérna Unnur á Mörtu og í gegn fyrir Rakel Sara og það getur ekki að stoppa hana. Frábærlega klárað í horninu. Já, fekk hérna smá touch, þannig að hún var kannski ekki í besta jafnvæginu. En skaut gjörsamlega frábærlega hérna á hana Erlu. Setur hann upp í fjær. Og Rakel Sara Elvarsdóttir komið með 8 mörk, 5 marka munur á ný, 23-18. Hrafnhildur lendir hérna í Katrínu en hún er að losa boltan á línuna. Frábær rykking hérna frá Elísu á línunni og Hrafnhildur nær að losa boltan hérna rétt í það mund sem að fríkastið hefði verið flautað á. Þetta er svona svipað í fyrirhálfleiknum. Ég ætla að framan er fyrri. Við vorum aðeins duglegir að ná að stoppa boltan, ná þessum fríkastum. Og þetta er frábærlega gert hjá Aldísi Ástu. Kemur hérna á strauginu, sér hérna smá gat í hjarta varnarinnar, keyrir á það og sækja vítakastið. Enn og aftur líka vel gert hjá Rut Jónsdóttur. Dró hana í sig og losaði boltan hálfum tíma. Marta Hermannsdóttir á punktinum. Hvað gerir hún núna? Setur henni stöngina út. Já. Það getur gerst að hún klikki vítum. Þetta er nú ansi sjálfgæft. Gerði þetta vel samt að fekk Erlu í vitlaust horn. En boltinn í stöngina og út og 4 marka munur og IBF með boltan. Það er ennþá 21 mínúta eftir á þessu leik, þannig að nægur tími fyrir gestina í að koma sér betur inn í þetta. Hrafnhildur með skotið í stöngina út og frákastið, eða boltinn endur svo út og K.A. Þór vinnur boltan. Já, sóknarleikurinn aðeins dottið niður hjá okkur á undanförnu og IBF er búið að minnka þetta úr 6 niður í 4 mörkum. Kemur annað fyrir á Rut á strauginu, losar hann á Aldísi. Aldís lappar í gegn og skorar. Þetta er svo frábærlega gert, þetta er ekki flókið, en þetta er virkilega vel gert og Rut og Aldís þær eru að spila frábærlega upp að hver aðra. Aldís Ásta kom með 3 mörk og
kemur þessu aftur í 5 mörk, 20 mínútur eftir og mér sýnist Sunna Jónsdóttir vera að vera klára á bekknum IBVF. Hún sé ekki klári í næstu sókn eða næstu vörn jafnvel. Hrafnhildur Anna næri ekki þessu bolta og Rakel Sara kastar sig á boltan og vinnur hann. Ná mikið hraðhlaupinu en virkilega vel gert hjá Rakel, sýnir þetta karakter að kasta sér á boltan. Og það vill nú oft verða þannig í handboltaliðin sem að hafa svona element að kasta sér og fórna sér í alla lausa bolta. Það eru liðin sem vinna leikina. Og reynum við sirkusmark en boltinn full neðarlega fyrir Rakel. Við lína í gegn og vippar snirtilega yfir Matteu. Spurning hvort að Matteu hefði ekki bara að bíða aðeins. Það var lína alltaf á leiðinni frá marki en vel gert hjá línu að vippa yfir hana Matteu. En sjáu þið töfra konunvakarana Rut Jónsdóttur. Stöngin inn. Það er óverjandi. Stöngin inn. Og hennar 7. mark í leiknum. Já, Rut að standa sig frábærlega að vanda. Magnaður handboltaheili. Kemur Karolína inn á línuna og Elísa sækir hérna víti og vantarlega 2 mínútur á Mörtu. Marta, já þetta er svona, það leit kannski ekki alveg nógu vel út þannig að ég skil alveg að þeir Árni og Þórvar dómarar leiksins ákveðið að gefa 2 mínútur fyrir þetta en þetta er önnur brottvísun Mörtu í dag en ekki víti. Ég held að það var víti líka en IBVF núna manni fleiri. Sunna í skiptunni hjá þeim og þá tekur hann leiklegan Sigurður Bragason. Og spurning hvað hann gerir hér alltaf eðlilega. Vill reyna að nýta hennan kafla vel, að vera manni fleiri. Það er möguleika á að koma sér betur inn í leikinn. Sjáum hérna markahæstu leikmenn. Rakel Sara markast af vellinum með 8 mörk. Rut þar á eftir með 6. Markastar hjá IBVF fyrir svo María Jovanovic og Sunna Jónsdóttir. Sunna ekki búin á blað í seinni hálfleik og María með öll sín 5 mörk af vítapunktinum. En spurning hvort að Sunna sé orðin alveg heilsu. Jæja, sáum hvað Siggi hefur sett upp. Sunna á Hrafnhildur á Sunna inn á línuna og Elísa klúðrar þessu úrvalsfæri á línunni en setur hann ansi hátt yfir markið og þetta er fyrsti boltinn sem klikkar hjá henni. Þarna slöppuðu með skrekkin. Þetta gerðu gestirnir virkilega vel. Ýttu sér liðspunnin vel þarna og fengu úrvalsfæri á línunni en það þarf að nýta þessi færi líka og sérstaklega í þessari stöðu 5 mörkum undir. Anna Marí á Aldísi, Aldís á Önnu og Anna fær vantarlega vítakastið. Já, Ína tók hérna skrifi til að loka á hana en það var inn í teig. Þetta var ekki nokkur spurning, vítakast sem að Anna Marí Jónsdóttir sækir og punktinn fer þá Rut Jónsdóttir. Marta klikkaði á hann og Marta talað út af í brottvísun. Rut á punktinu gegn Mörtu og hún skorar. Kemur þessu aftur í 6 mörk og við erum að gera hérna virkilega vel í þessum kafla, manni færri. 7. markið á Rut, hennar fyrsta á víti, eins og við sjáum hér. Sunna á
Hrafnhildur með pláss, setur inn í slána og hvar endar þessi bolti? Harpa nær frákastinu og Hrafnhildur Hanna keyrir aftur á þetta og Rakel stelur þessu bolta, fer bara sjálf og hún skorar að sjálfsögðu. Rakel Sara Elvarsdóttir, hún komin 9 mörk, þetta átti hún alveg sjálf. Þetta 5. hraðalaugsmarkið. Já, Káa Þór. Sjáum við 5 hraðalaugsmarkið Káa Þór gegn 2 í BVF. Og opna hornið, lína í gegn. Ó, þetta þröngt færi, en hún sér þarna smá smug á nærstönginu sem hún nýtir sér til þess ítrasta. Og gerir sér 3. mark, hún ekki enda að klikka skot til eitt hún lína. Og held að Mattea Lónats í marki Káa Þórs sé aðeins ósáttur sjálfan sig að hafa boðið upp á þetta mark. Það var ekki mjög opið færi, en Rut, og þetta var það takkjandi brottvísun, ekki nokkuð spurning með það. 2 mínútna brottvísun á Mariu Jónavits og þetta ekki brottvísun með 2 hjá henni. Jú, önnur brottvísun í leiknum hjá Mariu Jónavits. Og þá það Káa Þór sem manni fleiri í þann mund sem að síðara hálfleikurinn að verða hálfnaður. 6 marka munur og Káa Þór hinn að nýta sér liðsmuninn. Það að skipta bolta. Þá gerir Káa Þór skiptingu á markvörðunum hjá okkur. Sunna Guðrún Pétursdóttir í markið fyrir Matteu Lónats. Aldís niður á línuna og Anna Þyri fær vítakastið að sjálfsögðu. Aldís Ásta rosalega góð í að velja og hérna velur hún hárrétt, kemur boltan tilbaka inn á línuna og Anna Þyri sækir vítakastið. Rut skoraði áðan, hvað gerir hún núna gegn Mörtu og skorar aftur í sama horni. Núna var stöngin inn, ennþá öruggara og kemur þessu í 7 marka fórustu, 28-21 og Rut kom með 8 mörk. 2 vítum. IBF manni færri, sitja aukmannsóknina, markið aukt hjá þeim. En þetta að spilast svolítið frá þeim núna. Karolína á miðjunni, Sunna. Það vantar svolítið taktinn hjá IBF. Rut, opnar fyrir línu, en Unnur lokar þarna og þetta enginn á línunni, bolti var beint í hendana Mörtu Hermannsdóttur. Kemur Rut Jónsdóttir á punkt á fleygiferð og skorar. Aldís beið eftir henni og losa hana hárðum tíma og þetta orðið 8 marka munur. Káa Þór í vil, frábær frammistaða hjá okkar stelpum. Rut með 9 mörk og þá tekur Sigurður Bragason sitt síðasta leikleik í þessum leik. Og ég held bara því miður fyrir gestina að þetta sé runnið úr greipum þeirra. Stelpunar okkar eiga frábæran leik og virðast vera heldur betur klárar í það að halda bara áfram að hamra járnið sem funheitt. Og eftir einmitt góðan sigur á Fram í síðustu umferð í Samýrinni Káa Þór aftur komið í séns á að ná eftir 2 sætum deildarinnar. Sigur hér í dag myndi þýða að það stelpunar verða aðeins 2 stigum eftir Fram sem á toppnum og aðeins 1 stig eftir Val sem í öðru sæti. Og eftir hennan leik eru aðeins 3 umferðir eftir. Fram og Valur eiga eftir að mætast. Káa Þór á eftir að mæta Val. Þannig að það eru þarna innbyrðis leikir á toppnum. Þannig að það ennþá allt galopið. Svo framalega sem við, eins og ég segi, höldum að horfa klármennleik. En útlitið vissulega ansi gott. Hér 14 mínútur tæpar eru eftir af þessum leik. IBF þó að klára brottvísunina. Hrafnhildur á Sunnu, Sunna í skiptunni, Sunna Hrafnhildi
Karolína lendir í Önnu Þyrí og sjáu kraftin í Önnu. Þarna ætlaði Karolína að taka snúningsvindina tilbaka. Hann bara gataði ekki. Anna Þyrí svo ótrúlega sterk. Kemur Karolína aftur í Önnu Þyrí og Hrafnhildur á Sunnu. Sunna í hornið og kemur dauða færið þarna. Og Harpa Valey heldur áfram að skora. Hennar 3. mark úr 3 skotum. Já, hún og Lína búin að vera ansi öruggar í hornunum fyrir að hafa fengið sénsinn. Minnkar þetta í 7 mörk. Anna Marí í vinstri skyttunni. Það hérna boltan frá Önnu Þyrí. Bótið svo á Önnu Marí. Við þurfum að halda áfram að sækja. Það ennþá alveg nóg eftir þessum leik. Við getum mist þetta frá sér. Við þurfum að halda áfram að sækja, fá mörkin okkar. Bjóð ekki hættunni heim. En jæja. Rut, búin að skipta þarna við Mörtu. Rut keyrir á þetta, reyna að finna línuna, gengur ekki. Og Sunna skilur hérna á Karolínu, fær svo boltan tilbaka og Sunna. Þetta spurning með aukastið á. Fær hérna aukastan Ólöf María. Það er þetta réttum stað. En svo kemur Hrafnhildur Hanna aftur inn. Þá er Rut mætt fremst á móti Sunnu, en það hefur svona helst áttunni verið hjá henni. Það er fínt að reyna að skikja þess á hana. Sunna á Hrafnhildur upp og opnar hornið fyrir Línu. Lína, sáu þið Sunnu, Guðrúnu Pétursdóttur. Hún bara beið og hálf greip bolta frá Línu þarna. Þetta gerði Sunna frábærlega og það hennar fyrsti varði bolti. Og þetta var á alvöru varsla. Og fyrsta klúðrið hjá Línu í dag. Kemur leysing frá Unni og Rut kemur hérna flotta hreyfingu og boltinn endar í horninu og Rakel Sara, það endar alltaf í netinu. Já. Hennar 10. mark. 30-22, hún með 1/3 mörkum KA Þórs. Og þar við hliðina er Rut Arthur Jónsdóttir með 9. Þær tvær hægri vængurinn með 19 mörk á sem 30. Sunna missir boltan, endar í höndunum á Rakel Söru. Hún er bara róleg, setur hann bara á Mörtu og komin að rólega stað. Rut á Aldísi í hornið, enn er að Rakel Sara og enn er hún að skora að sjálfsögðu. Rakel Sara Elvarsdóttir, 11 mörk úr 13 skotum. Það er orðið svo langt síðan hún klikkaði skoti. 10 mínútur eftir að þessu markaþurfa IBF. KA Þór 9 mörkum yfir leikliðin, búinn að gestunum. Þetta er búið að vera algjörlega frábært hjá KA Þór í dag. Kemur leysingin hérna frá Hörpu. Hrafnhildur Hanna upp og Sunna er mætt þarna niðri. Sunna kom með 2 varðabolta. Rut niður á línu og þetta er ekki neitt þarna, skrítið, en áfram með þetta. Harpa í gegn og skorar úr hraðalöpi. Þetta fannst mér hálf skrítið dómur, en hvað er það? Það eru þeir Árni og Þorvar sem að ráða för. 8 markamunur. Marta á Rut tilbaka og Marta með skot. Það er varið af vörninni. Og hvar endar þetta? Karolína keyrir á þetta, brotið á henni, frábær vörn hjá Rut. Það var ekkert úr þessu hraðalöpi. Já, það þarf
eitthvað mikið að gerast að IBF á að fá okkur út úr þessu leik, en það við höfum svo sem sé ótrúlega hluti gerast í handboltanum. Hrafnhildur og svo hann á Karolínu og Sunna núna hægra megin, missir boltan, stólið af Unni og bolti fram á Rakel Söru og hann núna sér Marta við henni og Hrafnhildur var uppkastið, ekki nokkuð spurning með það, frábær vörn hérna. 8 marka munur og tíminn hægt og bítandi að renna frá gestunum. Komin á miðjuna, hún Ingibjörg Olsen. Hrafnhildur á Ingibjörgu, nei, boltinn ekki alveg nægilega góður fyrir hana. Það þurfa að byrja aftur, Hrafnhildur. Aftur á Ingibjörgu, Ingibjörg á Karolínu, Karolína niður í hornið á línu en ekkert hotna fyrir hérna, höndin uppi. Og þarna eru 2 mínútur á hana Unni Ómarsdóttur. Já, 2 mínútur á Unni og IBF fær til nýja sókn, hendur var nýkomin upp hjá þeim. Karolína niður í hornið en hérna Ásdís Guðmundsdóttir fyrir. Það fær því fá því hotkastið. Þessi fengur alltaf nýja sókn á hann, það var brottur sinna Unni en það og þetta laus bolti sem fer inn á línuna og Sunna tekur hann í kjölfarið. Aldís Ásta keyrir á þetta og það uppkastið. Höldum bara Sunni í markinu eins og staðan núna. Jó, svo skiptum við nút af. Anna Marí völdur hérna inn á þessi, við erum með aukamannsókninni sem sjá þarna undir KFUL markinu 1 mark. Það er rauninni bara spurning hversu stór sigur KA Þórs verður hér í dag. Aldís á Rut. Rut á ferðinni, losnar hana og skýtur hins var yfir. Og vel spila, finna línu í dauðafæri, hún setur henni í stöngina. Já, eftir að hún skoraði KA fyrstu 3 skotunum sínum. Þá erum við að klikka núna 2 röð. Og marka þurfa núna báðum megin. KA Þór manni færri. En bara spurning hversu stór sigur KA Þórs verður hér í dag. Aldís, fín hreyfingin og opnar hornið og Anna Marí gegn varði frá henni. Já, Marta með fína vörslu þarna. Hrafnhildur inn á línu en brotið þarna á henni Elísu. Elísa búin að vera í strangri gæslu. Þá kemur skipting á KA Þór og Hildur Jónsdóttir kemur inn fyrir Rakel Söru. Þannig að Rakel er væntanlega ekki að bæta því fyrir mörkum í dag. 11 mörk markast á vellinum. Aldís stöðvaði hana Ingibjörgu. 5 mínútur eftir og Hrafnhildur missir boltan hana. Já, missir hann endanum. Boltinn fram á Ásdísi, Ásdís tilbaka á Aldísi. Þurfum að venda sendingarnar. Já, þá gerist þessi bolti. Þetta var ekki gott. Smá kæruleysi komið í gang, má alveg fullera það og svo sem kannski skiljanlegt, úrslitin ráðinn og KA Þór að sigla einn gríðarlega mikilvægum 2 stigum upp á toppbarátuna þegar að úrslitin að fara að ráðast í Óðinsdeild kvenna fyrir úrslitakeppnina. Við viljum gleyma því að eftir 2 sætin í deildinni skipta miklu máli, þá sleppur það að spila í 8. úrslitunum. Það eru sjálfkrafa í undanúrslitin og auðvitað eftir með heimilningarétt á
liðin sem þar fyrir neðan. Höndi komin upp og þetta vel klárað hjá henni Hörpu. Harpa Valey, hún áfram að nýta færi sin frábærlega. 5 mörk, 5 skot. Minkar þetta í 7 mörk. En eins og ég segi, K.A. Þór einfallega bara miklu betra liðið hér í dag. Kemur Rut, frábær hreyfing hjá henni og þessi bolti lekur og endar við netið. Skildi þarna Ólöfu gjörsamlega eftir og með sitt 10. mark. Þá sýnist mér hún Agnes Vala að gera sig klára í okkar liði. Það að spreita sig aðeins á lokakaflanum. Kemur leysingin enda frá Hörpu Valey úr horninu. Ingibjörg tilbaka á Karolínu. Karolínu með hátt yfir markið. Sunna rólega á Aldísi. Aldís á Mörtu. Marta innan mið. Nei, sýtur tilbaka. Það var sénsinn klálega hægra megin. En hvaðan það? Þá kemur Agnes Vala inn á. Ung stelpa sem kemur hérna í vinstra horni hjá okkur. Virkilega gaman að sjá andra snaði nýta tækifæri og leyfa stelpurum að spreita sig. Þetta að vera búið hjá okkur. Kemur Anna Mari á Aldísi. Aldís niður í hornið. Hildur Lilja í gegn. Frábær varsla hjá Mörtu. Hún farin að verja en sjáu þið baráttuna í Agnesi Völu. Sækir hennan lausa bolta og áfram heldur því sótt K.A. Þórs. Já. Fín innkoma hjá Agnesi. Anna Mari með skot, það fríkastið. Þetta voru svolítið mikið einstaklingsmiðað hjá okkur. En eins og ég sagði á, það voru kannski svolítið kærleys í þessu enda á úrslitin ráðin, höndin uppi. Það var einhver ógnun. Aldís upp í hornið, Hildur á Önnu Mari og Anna Mari, vætakast. Þetta var líklega síðasta sendingi sem við höfðum. Og þarna held ég að Rut kallar á Hildi Lilju. Hildur Lilja fær að taka vítið. Og Hildur vippar stakri snill. Já. Þetta gerir hann frábærlega og gefur svo öllum á bekknum fær. Já. Hvergi bankinn hann að vippa bara yfir Mörtu í markinu. 9 marka munur, loka myndan genginningar, 33-24. Og þá markaþörf komin í gang hjá IBVF. Hrafnhildur inn á línuna, aðeins það búið að loka því. Og Aldís á Ásdísi. Ásdís í gegn og skorar afmælisbarnið að koma þessu í 10 mörk. 34-24. Hver sá þetta fyrir? Það var nákvæmlega enginn að byggja allir við gríðarlega jöfnum og spennandi leik. En 10 marka munur hér í K.A.-milinu. Og IBVF hérna líklega með síðustu sótt leiksins geta náðu þessu aftur undir 10 mörkin. Upp á sjálfsálitið, það var kannski ansi fínt að ná að laga stöðuna aðeins, en þetta laus bolti. Endar í hotkasti, náðu skotinu, Hrafnhildur með skot, það framhjá og K.A. Þór sækir 2 gríðarlega mikilvægt 2 stig með stórsigri 34-24 á IBVF. Já, hér, ég sá ekki annað í stöðunni, þetta yrði hörkuleikur sem myndi ráðast á loka sekúndunum, en K.A. Þór einfaldlega kaffærði gestina sem að áttu í rauninni aldrei möguleika þegar leið á leikinn. Munaði 5 mörkum á liðunum í hálfleik, 18-13 og lokatölur hérna 34-24. Fín stemning í K.A.-milinu og stelpurnar
koma sér aftur í toppbaráttuna fyrir síðustu 3 umferðirnar. Eins og ég segi, nú getur ýmislegt gerst í þessari jöfnu og skemmtilegu deild. Það eru 3 umferðir eftir. En ég held að geymum við aðeins tölfræðina. Eitthvað segir mér að stelpurnar séu að fara að fagna 2 stigum í hús. Bara gefa þeim orðið. Katrín Viljánsdóttir líklega að fara að stýra þessu. Já, 2 geggjuð heimastig í hús. Katrín Viljánsdóttir stýrir þessu eftir ekkert einasta heimaleik. Við þekkjum að valla að tapa hér á heimavelli. En við ætlum að kíkja á tölfræðina. Rakel Sara Elvarsdóttir markahæst í dag með 11 mörk úr 14 skotum. Algjörlega mögnuð Rakel Sara í dag. Og ekki var hún verri Rut Jónsdóttir með 10 mörk þar á 2 vítum. Unnur Ómarsdóttir skoraði 4, Aldís Ásta 3, Ásdís Guðmundsdóttir 2, svo var það Anna-Marí Marta Hermannsdóttir, Anna Þyrí og Hildur Lilja allar með 1 mark og þar meðal skoruðu Marta og Hildur báðar 1 mark úr víti. Í markinu varði Mattea Lónas 8 skot með 29% vörslu og Sunna Guðrún Pétursdóttir varði 2 skot með 33% vörslu. Sjáum svo gestina, Harpa Valey með 5 mörk ásamt þeim Maríu Jónavits og Sunnu Jónsdóttir. Sunna skoraði ekki mark í seinni hálfleik. Og María Jónavits skoraði öll sín af vítapunktunum og var með 5 af 5 þar. Lína Kardell skoraði 3 mörk úr herraátinu. Hrafnhildur Hanna með 3 mörk úr 8 skotum, svo var Elísa Elíasdóttir með 3 mörk af línunni. Marta var svo með 6 varin skot, 90% varsla og Erla Rós var með 2, 80% þarna. Já, munaði þó nokkru. Hvað vörðu boltana 10 gegn 8. En sjáum hérna 34-24 sigur K.A. Þórs, 71% skotending K.A. Þórs gegn 59 hjá gestunum. Vítarendingin 4 af 5 hjá K.A. Þór, 5 af 5 hjá IBVF. K.A. Þór náði mest 10 marka fórustu sem einmitt lokatölunar 34-24. IBVF leiddi í rétt rúma mínútu í fyrri hálfleik en K.A. Þór sjáu hérna leiðir í 51-25. Það var aldrei hættið vera leið á leikinn. Tapaði boltar 7 hjá K.A. Þór, 14 á IBVF, ekki nóg með að vörðu færði bolta, var líka 7. Tapaði boltar fleiri hjá gestunum. En já, bæði leið með 3 brottvísanir. Sjáum svo áframhaldandi skiptingu, 6 mörk úr hraðaleipum hjá K.A. Þór gegn 3. Manni fleiri skorar K.A. Þór 5 mörk gegn 1, það var rosalega dýrt þegar munurinn var 5 mörk og IBVF manni fleiri. Að þær nýtti þann kafla afskaplega illa og töpuðu þann kafla meira að segja að við minni 2-0. Og þar fór leikurinn endanlega hjá þeim. En já, var þetta eins og ég segi, K.A. Þór runni skrefinu framar að öllu leyti þegar á heildina litið. Sjáum hérna tímalununa í seinni hálfleik 18-13 hálfstölur og IBVF náði í rauninni aldrei að gera spennu úr þessu í seinni hálfleik og endar svo alltaf bara með eða bara hálfgjöru hruni hjá þeim og K.A. Þór gekk á lagið og vinnur 34-24 sigur. Frábær framistæði á stelpunum. Annars held ég við höfum bara að fara að setja gott hér í dag. Þakkum kærlega fyrir áhorfið. Það svo sem nóg framundan. K.A. Þór á leik aftur á laugardaginn gegn HK hér í K.A.-mælinu. Og svo ýmislegt meira í gangi. Það alltaf bikarhelgi líka í Blakinu helgina, þannig við slum bara endilega geta ykkur til þess að fylgjast vel með. En Ágúst Stefánsson heiti ég, lýsti sig fyrir ykkur. Þökkum Magnúsi Erni Bergþórsinni kærlega fyrir aðstofuna myndatökunni og Stefán Jónsson sá tölfræðina. En annars bara takk kærlega fyrir áhorfið, við sjáumst þvert. Bless.